En það var ekki til þannig.
Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í Krosskirkju. Í dag kveðjum við hérna hann Eyvind Ágústsson. Við kveðjum hann í trú og nú sé hann á góðum stað þar sem engar sorgir hrjá og engar áhyggjur þjaka, heldur sé hann umvafinn englum og kærleikans ljósi. Við hefjum stundina með því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja saman. Almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpað okkur að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Blessa þessa stund og þær minningar sem hún helguð, leyfðu okkur að finna þína nálægu ást. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Cross
predikaranum standa þessi orð. Öllu er afmörkuð stund og sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Að fæðast hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma. Að gróðursetja hefur sinn tíma og að rífa upp hið gróðursetta hefur sinn tíma. Að deyða hefur sinn tíma og að lækna hefur sinn tíma. Að rífa niður hefur sinn tíma og að byggja upp hefur sinn tíma. Að gráta hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma. Að harma hefur sinn tíma og að dansa hefur sinn tíma. Að kasta steinum hefur sinn tíma og að tína saman steina hefur sinn tíma. Að faðmast hefur sinn tíma og að halda frá sér faðmlegum hefur sinn tíma. Að leita hefur sinn tíma og að tína hefur sinn tíma. Að geyma hefur sinn tíma og að fleygja hefur sinn tíma. Að rífa sundur hefur sinn tíma og að sauma saman hefur sinn tíma. Að þegja hefur sinn tíma og að tala hefur sinn tíma. Að elska hefur sinn tíma og að hata hefur sinn tíma. Stríð hefur sinn tíma og friður hefur sinn tíma. Hvaða gagn hefur verkamaðurinn af öllu striti sínu? Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Í Davíðssálmum standa þessi orð. Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilíð til eilíðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár er í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann er liðinn. Já, eins og næturvaka, kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér Drottinn.
Við heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni og ég bið þau ykkar sem treysti ykkur til að standa á fætur. Jesús segir, hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekið til mín, svo að þið séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekkið þið. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall og sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen.
Á kveðjustundu Eyvindar finnum við hvert og eitt fyrir því skarði sem fjarvera hans skilur eftir. Sum ykkar minnast hans sem föður, afa, langafa, aðrir sem vinar, samstarfsmanns eða samferðamanns. Menn eins og Eyvindur hverfa ekki einfaldlega úr lífi fólks. Hann gleymist ekki, minningin lifir áfram, í venjum, sögum og í fólkinu sem hann hafði áhrif á. Eyvindur hefur nú lokið hlutverki sínu og það með sóma. Hann átti viðburðaríka ævi, kynntist fjölda fólks og snerti líf hans og störf ansi marga. Lífið aldrei án mótlætis og rauna, en ævi hans var samt sem áður góð og við getum horft tilbaka yfir líf hans með þakklæti hér í dag. Það á kveðjustundu sem leita á okkur erfiðar spurningar, eins og til dæmis hver sé tilgangur lífsins. Við því ekki til neitt eitt svar, en ég veit að það göfugt markmið að ætla sér að afkomendur manns séu stoltir af því að geta sagst vera afkomendur manns. Og ég handviss það að það hafi Eyvindi tekist og þið, afkomendur hans, séuð öll stolt af því að geta sagt að þið séuð afkomendur hans. Það eitt og sér segir meira en margt annað ævi nokkurs manns. Eyvindur Ágústsson fæddist 3. janúar 1937 í Auraseli í Fljótshlíð. Foreldrar hans voru þau Ágúst Kristjánsson frá Auraseli og Guðbjörg Guðjónsdóttir frá Hamragörðum undir Eyjafjalli. Eyvindur var næst elstur í 4 systkina hópi. Þau í aldursröð: Sigríður, alltaf kölluð Silla, fædd 1933, Kristján, fæddur 1938 og Bóel, fædd 1939. Þau hafa nú öll hvatt þennan heim, blessuð sé minning þeirra. Árið 1947 flytur fjölskyldan frá Auraseli að Snotru í Austurlandi. Eyvindur þurfti eins og tíðkaðist að hjálpa til við sveitastörfin og var ekki annað að heyra á honum en að hún hafði líka það vel. Eyvindur sótti svo skóla á Krossi og var þó honum minnistætt að stundum fór hann meira að segja á skautum alla leið í skólan. Já, Eyvindur var hraustur ungur drengur og keppti meðal annars með góðum árangri í frjálsum íþróttum og þá einna helst stangarstökki. Eins var hann töluvert í hestamennsku á uppvaxtarárunum. Þegar hann var 17 ára þá fer hann einn vetur í vinnu hjá hernum upp á Keflavíkurflugvelli. Og mér skilst að það verið þar sem hann lærði allt sem hann kunni í ensku, sem var yes sir. Það kom snemma í ljós hversu mikill framfarasinni hann var, því fyrir peningin sem hann vann sér inn keypti hann traktor. Og það var fyrsti traktorinn sem kom að Snotru og hefur ugglaust verið mikil búbót. Annars voru Eyvindur á nokkra vertíðir í Vestmannaeyjum, eins og margir landeigengar, og svo átti hann eftir að vinna á bílaverkstæðinu hjá kaupfélaginu Þór á Hellu. Þar lærði hann töluvert mikið í viðgerðum og var Eyvindur sérstaklega klár að gera við vélar og hluti og klambra saman því sem hafði farið í sundur eða bilað. Hann var mjög fær suðumaður, en ef eitthvað klikkaði á suðinni hafði hann alla tíð tröllatrú á baggaböndum og einangrunarlimbandi. Eyvindur og Guðrún Aradóttir frá Skíðbakka fóru að rugla saman reytum eftir þorrablót á Hellu árið 1958, en þau höfðu að vísu þekkst frá því að hann flutti að Snotru og verið leikfélagar í æsku. Þeir gengu í hjónaband 12. júlí 1959 og hófu búskap sama ár á Skíðbakka. Þeim var 4 barna auðið. Elstur Ágúst Ómar, fæddur 1959. Hann á 3 börn með fyrrum sambýliskonu sinni, Ragnheiði Jónasdóttur. Elst Hafdís, eiginmaður hennar, Steinar Guðmundsson. Börn þeirra eru Daniel Freyr, Brynjar Örn, Gabriel Máni og Anna Björg. Þá Eyvindur, eiginkona hans Aðalbjörg Rún Ásgeirsdóttir. Börn þeirra eru Emilía Rós, Ásgeir Ómar og Ragnheiður Elín. Yngstir Elín, eiginmaður hennar, Jón Hreggviður Helgason og dóttir hans Agnes. Næstur í röðinni Elvar, fæddur 1960. Sambýliskona hans Jóna Sigþórsdóttir. Þau eiga 3 börn, elst Eyrún, eiginmaður hennar Jóhann Gunnar Böðvarsson. Börn þeirra eru Böðvar Snær, Sæþór Elvar, Snorri Þór og Sólrún Sif. Næstur í röðinni af börnum Elvars og Jónu Ármann, sambýliskona hans Sírin Búdali og yngstur Jóel. Næst það Hafsteinn, fæddur 1963. Eiginkona hans Kristín Gunni Jónsdóttir. Börn þeirra eru Eva Rún, eiginmaður hennar Alexander Már Bjarnason. Börn þeirra eru Róbert Leo, Nadia Esmeralda og Kamila Stella.
Yngri sonur Hafsteins og Kristínar Hafsteinn. Synir Hafsteins Eyvindssonar og Arnheiðar Harðardóttir Halldór Hrannar, eiginkona hans Nanna Fanney Björnsdóttir. Börn þeirra Birna Fold og Hörður Vopni. Þá Hafþór Helgi, sambýliskona hans Helga Sigurbjörnsdóttir. Dóttir þeirra Alexandra Eik. Yngstur Fannar Aron, eiginkona hans Þórdís Eirný Magnúsdóttir og synir þeirra Heiðar Magnús og Maron Ernir. Yngstur á sonum Eyvindar og Rúnu var Halldór Gunnar, fæddur 1964, hann lést árið 1966. Blessuð sé minning hans. Eðlilega tók sonarmissirinn mikið á fyrir þau hjónin, en mér langar að benda ykkur á að þessi gullfallegi skírnafontur hér í kirkjunni gjöf þeirra hjóna til minningar Halldór Gunnar. Annars gekk lífið sitt vanagang á Skíðbakka. Fyrstu árin réðust þau hjónin í miklar nýbyggingar og endurbætur. Það var byggt nýtt hús, fjárhús, fjóslaða, fjós og vélargeymsla á aðeins 14 árum. Já, einhver hefur framtakssemin verið. En eins og þau vituð öll, þá var sjaldnast mikil lognmolla í kringum Eyvind. Í landeigunum hjálpuðust allir af þegar verið var að byggja og á 7. og 8. áratugnum voru mörg hús byggð hér á svæðinu. Eyvindur, sem alla tíð var bóngóður maður, fór því á milli bæja og aðstóði eins og hann gat og eitt vorið þá náði hann þeim árangri að vera 30 daga með steypuvinnu, samhliða öllum vorverkunum heima fyrir. Hann vann þá bara lengur fram eftir þá daga sem það þurfti, en Eyvindur var kannski meiri B-týpa og fannst ágætt að vinna langt fram á kvöld eða jafnvel nótt. Minningastrákan hans að því að vera með pappa sínum að minnsta kosti langflestar að því að vera með honum í vinnu. Og ef þeir fóru eitthvað með honum, þá þurfti eitthvað stórvægilegt að gerast til þess að kæmist heim áður en verkin voru búin. Það Elvari til dæmis minnilegt hann var ungur drengur með pappa sínum við útivinnu að það drullaði fugl svo ægilega á Elvar, hann var allur útdataður og lyktaði skelfilega. Eyvindi datt ekki í hug að skutla drengnum heim fyrir hann var búinn að laga girðinguna. Ef það var einhver tími sem var fjölskyldunni eftirminnilegri en annar, þá voru það jólin. Oftar en ekki þá lá mikið við fyrir jól og þurfti að bæta og laga marga hluti rétt áður en jólin komu. Leggja parkett og svona eitt og annað sem þurfti að klára. Einna eftirminnilegast var að fá að vera með pappa sínum og pakka gjöfinni inn til mömmu, en það var gert eftir kúnstarna reglu. Svo þegar jólin loksins gengu í garð, þá var eins og kæmist himnesk ró yfir allt og Eyvindur gat slakað á og sinnt ekki nema því sem nauðsynlega þurfti að gera í búskapnum. Annars var mikill samgangur á milli bæja og var Eyvindur mikil félagsvera og leið einna best þegar hann hafði nóg af fólki í kringum sig. Þau hjónin sóttu því meira og minna alla viðburði á svæðinu og sátu lengi. Þannig bauð Eyvindur líka öllum sem komu heim á bæinn inn í mat eða kaffi, Rúnu sinni til mikillar gleði. Já, Eyvindur elskaði Rúnu sína sem auðvitað elskaði hann. En það var ótrúlegt að alveg sama hvað klikkaði hjá Eyvindi, þá gat hann á einhvern óskiljanlegan hátt náð að koma því yfir á einhvern annan. Og þá helst Rúnu. Og ég veit að þið uglust margar sögur af þessu minningar, en það þó 2 sem ég verð sérstaklega að fara að nefna hér í dag. Það var einu sinni þannig að Eyvindur var að borða köku og misti hluta af henni ofan á vömbin á sér. Og þegar Rúna fór að finna því að hann væri búinn að sóða sig allan út, nýkomin í hreina skyrtu, þá gat það ekki verið. Hún hefði einfaldlega ekki þrifið hana nægilega vel. Og annað dæmi og kannski öllu langsóttara var það einu sinni sem oftar þá var Eyvindur að vinna á traktorskröfu. Hann var svona eitthvað að fara að bakka og lítur svona aftur fyrir sig að það vill ekki betur til en að lendi með höfuð inn í hettunni og sér ekkert. Og við þetta þá bakkar hann og veltir traktorskröfunu ofan í skurð. En það betur fór en áhorðist, en vitið hvað, þetta var Rúnu að kenna. Hún var ekki búin að taka hettuna af gallanum. En annars gekk búskapurinn bara vel alla tíð. Það var umtalað hversu snyrtilegt búið var hjá þeim hjónum. Það voru 400 kindur, 32 bása fjós, töluvert á hrossum og auk þess voru í kartöflurækt í það bil 8 ár í kringum 1970. Eyvindur var framsýnn bóndi með góðar vélar og tæki. Hann var handlaginn, gat gert við flest allt sjálfur og eins og góðum bónda sæmir voru verkefnin fá sem hann gat ekki leyst hjálparlaust. Eyvindur þoldi ekki þegar fólk var latt í kringu sig og sjálfum leið honum náttúrulega langbest þegar hann var á fullu.
Hann var líka heppinn hvað það varðar að mestu leyti var hann alla tíð virkilega heilsu hraustur. Það var helst heyrnin sem var að plaga hann, en hann var einn af fyrstu Íslendingunum til að fara í kuðungsígræðslu á 8. áratugnum, en var þá alla tíð með heyrnartækin sín og með skilst hann að fara sínar eigin leiðir við að þrífa þau, því það gefist betur. Eyvindur var stoltur maður, hreinskilinn og hafði alltaf rétt fyrir sér, að sínu mati. Hann gat samt alveg haft gaman af því ef fólk var að gera grín á honum á þorrablótum og innan fjölskyldunar. Og ætli þessi ekki búið að gera langmest grín af því innan fjölskyldunar hvernig var að smala með honum. En mér skilst að það einfaldlega ekki verið hægt. Eyvindur, honum fannst best að gera hlutina sjálfur og stundum var það kannski eins og hann tímdi ekki leyfa öðrum að gera það sem honum fannst skemmtilegt. En þegar kom að því að vera með honum í einhverjum verkefnum, þá var vissara að þau yrðu unnin eins og hann sá fyrir sér að þau væru gerð. Eini gallinn var bara sá að það gat ekki nokkur maður skilið tilmæli hans og sérstaklega ekki þegar kom að því að smala. Allir sem smöluðu með honum voru einu máli að hann hefði bara veifað höndunum eitthvað út í loftið og öskrað og kallað og svo gat hann orðið öskureiður ef fólk brást ekki við eins og hann sá fyrir sér. Já, það var nauðsynlegt að vera framúrskarandi í hugsanalestri þegar kom að því að vinna með Eyvindi. Eyvindur var töluvert mikið í félagsmálum. Hann sat í hreppsnefnd í 5 kjörtímabil, var í björgunarsveitinni og í forsvari fyrir ræktunarsamband Landeyja. Sat sem mjólkurbúsfulltrúi til margra ára, var einn af forsprökkum þess að kirkjuhvol var byggt, sat í stjórn kaupfélagsins Þór, svo sáu þau hjónin kirkjugarðinn hér á Krossi og svona mætti sennilega lengi telja. Hvað pólitíkina varðar var hann blár í gegn og komst ekkert annað að en Sjálfstæðisflokkurinn og var hann meðal annars formaður félagsins hér á svæðinu. Upp úr 1980 fóru Eyvindur og Rúna ferðast töluvert mikið út fyrir landsteinana. Þau fóru í bændaferðir, það Noregur, Ítalía, Þýskaland, Kúba, Bandaríkin, Grænland og svo auðvitað eftirminnilegar sólarlandsferðir til Kanarí. Þau eignuðust líka húsbíl sem við voru töluvert á hér innanlands, sem skilst að hefði gengið undir heitinu kakóbíllinn. Þeir var alltaf hægt að treysta á að hægt var að fá heitt kakó og með einhverju úti fyrir fullorðna fólkið. Eyvindur og Rúna voru í búskap til ársins 1996 Elvar og Jóna tóku við, en þau hefðu verið saman í félagsbúi frá 1988. Eyvindur var þá áfram með eitthvað af hrossum og kindur, en þá hóf hann að keyra út póstinn í Ásahrepp, Holta og Landsveit. Það fannst Eyvindi gaman. Hann var stundum langt fram eftir degi að keyra út og skildu synir hans ekki þegar þeir leystu hann einstaka sinnum af hvernig þeir gátu verið búnir með sama magn rétt upp úr hádegi. En það var víst þannig að Eyvindi var boðið inn í kaffi á ansi mörgu bæjum, stundum sama daginn, og hann var í þessu í 13 ár samtals. Það hefur ugglaust verið skrítið fyrir Eyvind sem var að alla daginn, alla tíð að hætta með búskap. Hann hafði því meiri tíma til að vera með barnabörnunum sínum þar sem hann sýndi á sér nýjar og mýkri hliðar. En þau höfðu einmitt orð á því að hann hefði samt sem áður alltaf þurft að vera að. Það er stundu litið þannig út að hann hefði verið að henda rusli til að geta tekið það aftur upp. Eyvindur og Rúna flutti í Króktún 8 árið 2016. Rúna tók virkan þátt í eldriborgarastarfinu og fór oft í göngutúr. En Eyvindur sá ekki ástæðu til að ganga sér til ógagns. Það var farið að hæga hægt og rólega á lífinu hjá Eyvindi, sem gætur var þeim mikla hæfileika að geta sofnað hvar og hvenær sem var. Jafnvel í miðju samtali og virtist það ekki skipta máli þó það væri gestir. Og ósjaldan dottaði hann aðeins yfir matarborðinu. Eins framsýnn og Eyvindur var með tæki og vélar í búskapnum, þá átti hann alveg agalega erfitt með að tileinka sér nýja tækni í ellinni. Það var engin takmörk fyrir því hversu mikið hann gat fiktað sig áfram þó árangurum væri engin. Og stundum náði hann að stilla sjónvörp, tölvur og síma þannig að engin annar hefði náð að koma þessum fítusum á. En hann gat þó að minnsta kosti alltaf treyst á baggabönd og einangrunarlimbönd og hann notaði hvoru tveggja óspart líkvið fram á síðasta dag. Rúna veiktist af lungnakrabbameini árið 2022 og lést hálfu ári síðar. Veikindi hennar og fráfall tóku gífurlega mikið á Eyvind. Það var einhvern veginn eins og fjaraði hægt og rólega undan honum eftir að Rúna dó og hann væri einfaldlega að bíða eftir því að fá að fara sjálfur. Eyvindur flutti loksinn á kirkjuhvol í marsmánuði fyrra.
Þar áttum við saman mörg góð samtöl. Það var augljóst að bóndinn í honum var ekki langt undan og fannst honum oft þurfa að fara að reka hross síðustu mánuðina. Eyvindur kvaddi þennan heim saddur lífsdaga og sáttur við Guð og menn þann 24. apríl síðastliðinn á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Kirkjuhvoli, en ég var beðinn að koma á framfæri sérstökum þökkum frá aðstandendum Eyvindar til allra starfsmanna sem koma þeirri hlýju og kærleiksríku umönnun sem hann hlaut þar. Þegar við horfum yfir líf Eyvindar hér í dag og rifjum saman upp nokkrar af þeim fjölmörgu minningum sem þið eigið af honum, þá sjáum við að margs að minnast og margt að þakka. Og ég veit það að minningarnar eru miklu fleiri en ég fór yfir í þessum minningarorðum. Og það í ykkar höndum að minningans lifi áfram, fjölskylda og vinir Eyvindar. Af nægu að taka. Það svo margt sem við getum tekið Eyvind okkur til fyrirmyndar. Látum gott af okkur leiða, tökum þátt í að byggja upp gott samfélag, vinnum verk okkar vel, verum raunagóð fyrir fólkið okkar og munum að njóta þess að vera til í hversdagsleikanum. Ef við njótum hversdagsleikans, þá njótum við alls lífsins. Lífið merkilegt og getur farið í allar áttir, að miklu leyti þetta í okkar höndum. Lífið stór og merkileg gjöf sem okkur hefur gefin og við skulum eftir fremsta megni varðveita hana. Njótum lífsins meðan dagur og horfum björtum augum áfram. Í þeirri trú kveðjum við Eyvind með virðingu og þökk og við fögnum svo sannarlega við farsælu lífi hans og störfum og biðjum honum Guðs blessunar alla eilífð. Að lokum hefur beðið að koma því á framfæri að athöfn hér í kirkjunni í lokinni verður kista Eyvindar sett niður fyrir sunnan kirkjuna, en við verðum samt sem áður að taka hægri beygju. Það var ekki hægt að bjóða Eyvind upp og fara vinstri beygju síðustu beygjuna. En þar gefst ykkur einmitt eins og ég segi kostur á að signa yfir og kveðja. Og eftir það ykkur öllum boðið að koma og þiggja kaffiveitingar í Gunnarshólma sem Eyvindur tók virkan þátt í að byggja á sínum tíma. Og ég bið þess að þið sýnið aðstandendum og fjölskyldu Eyvindar þá virðingu og þann heiður að þiggja það boð. Guð geymi minningu mæts heiðursmanns og blessi ástvini hans og samferðafólk. Guð blessi Eyvind Ágústsson og Guð blessi ykkur öll. Í Jesú nafni. Amen. Sumir hverfa fljótt úr heimi hér, skrítið stundum hvernig lífið eftir sitja margar minningar, þakklæti og trú. Þegar eitthvað virðist þjaka mig, þarf ég bara að sitja og hugsa þig. Þá eins og losnum læðingin, lausnir öllu við. Þó ég fái ekki að snerta þig, veit ég samt að þú hér. Og ég veit að þú munt elska mig, geyma mig og gæta hjá þér. Þó ég fengi ekki að þekkja þig, þú virðist alltaf geta huggað mig. Það eins og þú sért hér hjá mér og leiðir mig veg. Fái ekki að snerta þig, veit ég samt að þú hér.
og ég veit að þú munt elska mig, geyma mig og gæta hjá þér. Þegar tími minn á jörðu hér liðinn þá ég burtu fer. Þá ég veit að þú munt vísa mig og taka á móti mér, og taka á móti mér. Við skulum biðja saman. Lífsins Guð, vertu okkur nálægur á hverri stundu hverfullar ævi og helga jarðlífssporin, svo við studd náð þinni hljótum þá arfleifð sem þú hefur kallað okkur til. Blessa okkur öll í lífi og dauða. Blessa þú minningarnar sem þessi stund helguð og láta þær bera vitni okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur eyvind, við felum þér hann og framtíð okkar allra. Veit honum þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Amen. Þú sem
Ég bið þau ykkar sem treysti ykkur til að standa á fætur. Lofaður sé Guð og Faðir, drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni vill endurfæða okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús segir, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Eyvindur af jörðu ertu komin, af jörðu skaltu aftur verða og af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit, Eyvindi drottinn, þína eilífu hvíld og láti þetta eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig, Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen.